Já, mig langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og frystikistur, án matar, vass eða yfir hafna. Snjór féll úti og dauðinn vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálffrosinn af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nudda hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessarar stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, færðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, munt þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesú Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins, til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbeina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesú Krist fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvern þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dag, vinir.